Þetta er verkefni 10 á blaðsíðu C13. Í þessu myndskeiði ætla ég að sýna ykkur hvernig þið breytið skáletri í venjulegt letur og undirstrikun í feitletur. Sjáu hérna eru skáletruð orð og undirstrikuð og ég er stödd hérna fremst í skjalinu og ég fer í Replace. Og þá kemur upp það sem ég var að gera síðast, þannig ég þarf að muna eftir að smetla á No Formatting í báðum kössum og best að gera það áður. Hér ætla ég að breyta skáletri í venjulegt letur. Þá fer ég í efri kassann. Það ætla ég að finna. Ég fer í format og font og ég vel Italic sem er skáletur og þá kemur það hér. Ég ætla að leita að skáletri og ég ætla að breyta í venjulegt letur. Þá fer ég aftur hér í format og font og vel regular. Ekki feitletur, ekki skáletur, þetta er bara venjulegt og Replace all. Og það eru 35 breytingar og nú ætla ég að eyða út hérna í báðum kössum, No Formatting og breyta undirstrikun í feitletur. Þá fer ég hér í Find What, Format Font og ég vel hér undirstrikun, þá kemur það hér og ég ætla að breyta í feitletur, þá fer ég í Format Font og vel Bold. En ég þarf líka að velja None hér. Annars myndum bara feitletra og halda undirstrikuninni. En hérna ætla ég að breyta úr undirstrikun í feitletur og hafa enga undirstrikun. Og það eru 12 breytingar. Ég ætla að loka þessu og sýna ykkur í öðru myndskeiði hvernig þið breytið 2 orðabilum. Sjáu hérna eru allstaðar í tvisvara orðabil. Og ég sýni ykkur það í öðru myndskeiði hvernig þið breytið því. Þannig ég ætla að vista þetta.